Ég lít á þetta sem siðferðislega skyldu og við viljum vera ábyrg þjóð, ábyrgir einstaklingar, ábyrg þjóð í samfélagi þjóða og það fylgir því og það þessi siðferði sem við ölumst upp í að passa upp á það sem minni mega af sín. Í þróunarsamvinnu Íslands lögð áhersla á svið þar sem sérþekking landsins nýtist í baráttunni gegn fátækt og fyrir framgangi heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna. Markmiðin eru í fyrsta lagi uppbygging félagslegra innviða og störf í þágu friðar og í öðru lagi verndun jarðarinnar og sjálfbær nýting náttúruauðlinda. Í ár ver Íslenska ríkið 8,8 milljörðum til þróunarsamvinnu. Með þessum framlögum verið að útdeila miklu skattfé og því eðlilegt að almenningur spyrji hversu vel fénu sé varið. Til að ræða þróunarsamvinnu Íslendinga hingað komin Ágústa Gísladóttir sem hefur starfað fyrir utanríkisþjónustunni í Afríku, nú síðast sem forstöðumaður sendiskrifstofu Íslands í Malaví. Velkomin Ágústa. Kannski fyrst, hver er Ágústa Gísladóttir? Ágústa er matvælafræðingur að upplagi, en samt bændastelpa og sveit sem endaði svo í fiskimálum og var lengi á Ísafirði, rannsóknarstofnun fiskiðnaðarins og svo þaðan stökk til Afríku. Bauðst það tækifæri árið 1995 og ílendist hjá Þróunarsamvinnustofnun, fyrst sem fiskimálasérfræðingur í gæðamálum og síðan 2004 hefði verið forstöðumaður það umdæmisskrifstofu eða sendiráða í hinum ýmsu löndum. Ég er samtals búin að vera 16,5 ára vettvangi af þessum 24 ár. Já. Hvar hefur þú verið þá? Ég byrjaði í Namibíu. Við vorum þar með fisk, að styðja við fisk vinnslu og sjómannaskóla. Síðan fór til Mósambík 4 ár, aftur heim. Til Úganda í 4 ár, aftur heim, Mósambík í 4 ár, aftur heim og núna síðast þar í Malaví. Ég er búin að vera þar núna, kom bara heim fyrir nánast nokkrum dögum. Fyrir nokkrum dögum síðan? Já, ég byrjaði að vinna hér í Reykjavík fyrir nokkrum dögum, já. Þróunarsamvinna. Af hverju erum við með þróunarsamvinnu? Ég lít á þetta sem siðferðislega skyldu og við viljum vera ábyrg þjóð, ábyrgir einstaklingar, ábyrg þjóð í samfélagi þjóða og það fylgir því og það þessi siðferði sem við ölumst upp í að passa upp á það sem minni mega af sín. Við erum ekki hérna því við teljum okkur að fara illa með einhverja þjóðir eins og margir, heldur við erum fyrst og fremst að aðstoða þjóðir Afríku við að verða sjálfstæðari og geta náð meiri framþróun á ýmsum sviðum. Hvert er umfang þróunarsamvinnu Íslendinga? Á fjárlögum er þetta 8 milljarðar og hafa verið stigvaxandi þó að við sem vinnum og vildi gjarnan alltaf fá meira. Og þetta skiptist þá í fjölþjóðlega tvíhliða svæðasamstarf. Þú verður kannski aðeins að skýra þessi hugtök fyrir áhorfendur? Tvíhliða samstarf, það er það sem ég þekki best, það er það sem við erum með beint samband og samninga við einstök þjóðríki. Við erum núna með samstarf við Úganda og Malaví og svo erum við líka með svæðasamstarf, þá erum við ekki með starfsstöðvar til dæmis, við erum með starfsstöðvar í þessum 2 löndum en það er líka hægt að hafa þannig eins og við erum með svæðasamstarf í jarðhita. Þá situr okkar starfsmaður á Íslandi en þá erum við samt með samninga við einstök ríki og við vorum að byrja núna bara fyrir 2 mánuðum með svæðasamstarf í fiskimálum í Vestur-Afríku. Þannig að það er hægt að hafa ýmis form á þessu. Þegar við tala fjölþjóðlegt, þá erum við að tala Sameinuðu þjóðastofnanir. Við erum mikið samstarf við mannfjöldastofnun Sameinuðu þjóðanna, barnahjálp Sameinuðu þjóðanna, UN Women og líka fæðuáætlunarstofnun Sameinuðu þjóðanna og auðvitað FAO sem mjög margir þekkja líka.
Þannig að það og Alþjóðabankinn er náttúrulega mjög stór. Við erum til dæmis núna að fara að taka þar sæti í stjórn næstu 2 árin. Þannig að það er mjög mikilvægur þáttur. Og þetta tvíhliðastarf hefur oftast verið 3/4 af þessum fjárhæðum. Nú þekkjum við vel til í Afríku. Við erum í 2 ríkjum, ekki satt? Geturðu sagt okkur aðeins frá hvað erum við að gera þannig? Já, þetta er nú sett upp á svipaðan hátt og þegar við komumst fljótlega því að til þess að ná árangri og sjá árangur, þá þyrftum við að fókusera og þannig að við fókuserum til dæmis í Malaví þá ertum við 27 héruð. Við vinnum bara í 1. Og við höfum það þannig að við tölum við héraðsstjórn og þeir framkvæma. Við erum líka mikið hægt að framkvæma sjálf. Við sitjum við hliðina á þeim, ýtum við þeim. Þeir ákveða með okkur hvað á að gera og síðan framkvæma þeir og við fylgjumst með. Ég hef oft sagt, fólk að spyrja mig hvað ert að gera sem forstöðumaður sendiráðs. Ég er að passa peningarnir sem þú borgar skattinn nái á áfangastað og til fátæka fólksins sem á að njóta góðsæði. Mér langar að spyrja, eitt er ríkisvaldið, annað eru frjáls félagasamtök og þau eru að vinna viðamikið starf og svo fyrirtæki. Hvernig vinnur þetta þrennt saman? Já, við álitum að þurfi allir að leggjast á árarnar. Við erum fullt af einstaklingum í Íslandi sem mun sinni þróunarsamvinnu, styrkja kannski börn og þá mannúðarástand. Ég glemdi nú að minnast á mannúðarástand áðan. En við höfum verið að hvetja borgarasamtök og atvinnulífið til þess að taka meiri þátt. Og lengi hefur til sjóður þar sem að borgarasamtök hafa getað sótt mótframlag, þau þurfa að leggja fram og svo kemur mótframlag frá utanríkisráðuneytinu. Og með því að sýna að þeir séu með ákveðin verkefni og skila skýrslum. Og það hefur gengið mjög vel. Það eru komin hópur félagasamtök sem orðin ansi sterk í þessu sviði. Á síðasta ári var ákveðið að útvíkka þetta til atvinnulífsins, þannig að nú geta einkafyrirtæki eða sjálfseignarstofnanir sótt í sérstakan heimsmarkmiðasjóð ef að þau hafa samstarfsaðila í þróunarlandi og vilja til dæmis vera í atvinnusköpun, þá er hægt að fá mótframlag, þá 50%. Af því að ég veit ekki hvort þú fylgdist með þegar ráðherra var að heimsækja okkur að auðvitað kemur það alltaf upp í umræðinni að þetta líka verið með atvinnuskapandi verkefni. Við höfum verið meira með þjónustu og hjálpa þá héraðsfólki að veita þjónustuna sem fólki á rétt á. En við merkjum mjög mikið atvinnuskapandi verkefnum. Nema skólamáltíð, það var nú mjög skemmtilegt að það er sem sagt heimarækta skólamáltíð í þessum skólum, mörgum þeirra, þar sem að þau taka hráefnið og það er fólk í nærumhverfinu sem fær að selja hráefni í skólamáltíðinni í staðinn fyrir að kaupa það alltaf annars staðar frá. En það er mjög mikilvægt að skapa atvinnutækifæri og það er ekki nóg að mennta krakkana, þau verður líka að fá hvað að gera. Og ég talaði fólksfjölgun, það er mjög mikil fólksfjölgun í Afríku, kannski einum of, við þurfum að hægja á henni. Og besta ráðið til þess er fyrsta lagi að fólk trúið að börnin eru að lifi og annars vegar að mæðurnar verði efnahagslega valdeldar. Kona sem kom með vinnu, peningahendurnar, hún er mjög fljótt að hún ekki lengur 7-8 börn. Við sjáum það bara í Íslandi. Ég hef skoðað mitt ættatal fram í aftur til 1700 og alla mína formaðir áttu 10-12 börn. Þangað til að mamma mín átti bara 9, en svo þá fór eitthvað að gerast. Verkefnið næg? Það eru óþrjótandi. Ágústa, kærar þakkir fyrir komuna. Takk sömuleiðis, það var gaman að koma.